Já, hæ. Nú ætla ég að fara í gegnum það hvernig ég geri baguette. Ekta franskt baguette de la Maillot, eða þannig. Baguette er tiltölulega einfalt í framleiðslu, og kannski rétt að segja svona að það sé einfalt í framleiðslu, en allavega fyrir mínar hendur og minn súr þá er það ekki flókið. En þetta er ekkert stór mál, og þó svo að baguettin líti ekki út alveg hreint eins og þau koma út úr frönsku bakaríi, þá er það bara allt í lagi vegna þess að þau eru svo bragðgóð í þessum prósess eins og ég geri þetta. En það sem ég er með í þessu er sem sagt 800 g af hveiti. Ég er með Costco hveiti sem er talsvert hátt í próteini, brauðhveiti sérstaklega, 10 g af salti, 500 ml af vatni, 300 g af súr, og þetta er nú allt og sumt. En aðferðin er svolítið sérstök að því leyti til að ég nota hrærivélina á krókinn og hnoða þetta svolítið lengi í hrærivélini. Ég hef ekki axlir í það að standa hér í 20 mínútur og hnoða. En hrærivélin kemur að góðu notum þegar svoleiðis er. En ég ætla þá bara að setja þetta hérna í pottinn eða í skálina, hrærivélaskálina. Eins og ég sagði, 500 ml af vatni. Já, 300 g af súr. Ég reyndar þegar ég setti uppskriftina inn á súrdegi, fyrir þá sem hafa séð uppskriftina á súrdeginu, þá var ég með 3 g af ger. Ég sleppi því núna og sett 300 g af súr í staðinn fyrir 200. Súrinn minn er orðið þess að öflugur og sterkur og fínn að ég þarf ekki á svona hjálpar gera halda eins og ég hélt. Eins og sjá má þá flýtur þessi súr á vatninu sem að segja okkur að hann er orðinn tilbúinn, mikið af lofti og þeim lyftiefnum sem þarf til þess að gera brauðið gott. Og það var gott svona sem smá punktur að setja hveitið á undan saltinu. Vegna þess að ef saltið er beint í súrinn þá getur það aðeins dregið úr honum. Salt og ger og salt og súr, það á ekkert mjög vel saman. Nú er þetta komið í hrærivélapottin og ég set þetta bara í hrærivélina. Og ég set bara krókinn í. Hnoðar hann, krókinn, það fyrir eftir í bara hvað menn vilja kalla þetta. Og byrja eins og alltaf áður, setja hrærivélina hérna svolítið betur undir toppmyndavélina. Og eins og ég segi, ég byrja alltaf á því að leyfa þess að malla bara á rólegur hraða til að byrja með. Og síðan eyki hraðan, og þetta eins og flest brauðdeig sem þú vilt hafa svona tiltölulega blaut, þá þarf þetta töluverðan tíma. Þetta þarf alveg 6 til 8 mínútur í hnoðun eftir að það er komið saman. Nú er þetta svona nokkurn veginn að koma saman, og ég ætla að bæta við hraðan örlítið, setja þetta eins og áður, ég setja þetta sem sagt á miðlungshraða, rétt tæplega miðlungshraða, og leyfi því að ganga á þessum hraða í 6 mínútur. En ég ætla ekki að þreyta ykkur með því að láta ykkur horfa hér á hrærivél að snúast í 6 mínútur. Þannig að ég kem bara aftur þegar hrærivélin er búin að snúast í þennan tíma. Já, nú er vélin búin að ganga í það bil 6 mínútur. Og ég gefi henni svona örlítið búst frá í restina, setja þetta aðeins meiri hraða, leyfi þess að hnoða svolítið vel, og ef þið sjáið í toppmyndavélinni þá er deigið alveg laust frá hrærivélskálinni. Það er vegna þess að það er búið að ganga svona lengi og hnoða svona mikið að ég er búinn að fá svona virkilega góða glútenteygju í það, mikla spennu, og það er svolítið lykilatriði í baguette að sé góð spenna í því og sé svona slétt og gott. En ég ætla
ekki að láta vélina ganga lengur en þetta. Hún búin að ganga á 6 mínútur núna og þetta villu sátt, en ok. Þetta deg þá tilbúið og ef ég teka hérna úr vélinni þá hérna getið þið séð hversu klístrað það er og hérna það klístrast við hendurnar og þetta er en samt sko það er samt fín teygja í því og svona resistance, hvernig þýðir maður það? Það er svona tekur á móti, þú veist, það er engin leið að teygja það neitt rosalega en flestir gera þetta svona, þeir taka svona smá hluta, búa til svona glugga og það byrjar ekki að rifna fyrir eftir töluverðan tíma. Svo að þeir eru búið að standa, ég læt að standa, nú læti ég þetta standa í 18 til 24 tíma í loftþéttum umbúðum, nokkurn veginn í ísskáp. Setja sem sagt í svona ílát bara, svona plastbox, tekið þetta úr og þetta fer bara inn í plastboxið og eins og sé, þetta fer að standa í 18 til 24 tíma. Ég hérna lokaði ekki alveg, ég hef svona smá leyfið ég að vera svona smá rifu hérna í horninu og það er bara til þess að lofti komist út og síðast þegar ég gerði þetta þá var ég með þetta í þessu boxi og þá fór það aðeins upp úr boxinu eftir 18 tíma. En nú er þetta svona, þetta er búið og ég kem ekki hingað aftur fyrir á morgun hjá mér en sekúndubrót hjá þér. Já, hæ. Nú er ég komið með hérna baguettebrauðin sem ég lagaði í gær. Það er búið að standa í 18 tíma. Og þetta er hefur rúmlega tvöfaldast í dollinum. Og það einu sem ég geri núna í þetta skipti er að setja þetta aðeins hérna í örlítið lægra og stærra form eða skál. Og það einu sem ég geri núna í þessari lotu er að teygja og fella eða stretch and fold. Það er búið að vera umræða þetta í hérna á súrdeginu, hvað við höfum að kalla stretch and fold eða hvernig við höfum að orða það. En þetta er sem sagt það sem mér leist best á, það var að teygja og fella. Þegar ég er búinn að teygja þetta og fella í svona þokkalega, þá leyfi ég þessu bara standa hér í þessari skál. Það fær að standa í 30-35 mínútur og svo tek ég aðra teygju og fellu og þetta ger ég sem sagt í það heila 5 sinnum. Þannig ég er búinn að gera þetta einu sinni og svo ger ég þetta 4 sinnum í viðbót áður en ég byrja að vigta upp brauðið og gera það klárt í ofninn. Þannig að nú þurfið þið bara að horfa á mig hérna næstu 4 tímana. Nei, ég er að djóka. Ég hérna læt þetta bara standa og kem aftur. Þá er ég komin aftur og nú er ég búinn að teygja og fella 4 sinnum og ég ætla að taka hérna síðustu teygjun og felluna. Ég tók það nú ekki fram hérna áðan að ég breiði plast yfir deigið á meðan það er í hérna hvíld. En ég nota bara smá vatn til þess að hérna bleita hendurnar svo ég festist ekki við deigið. Og svo tek ég þetta bara og teygi þetta eins og ég get og legg það yfir. Sný svo hérna þessu ágæta fati mínu. Teygi aftur hérna eins og ég mögulega get og legg það yfir. Og svo framvegis og svo framvegis. Festist aðeins við.
þessa skál sem ég er með. Ég teygi þetta og felli þetta bara yfir og það er mikilvægt að teygja bara og fella. Ekki þrýsta neitt mikið niður eða þrýsta á þetta, heldur bara að teygja þetta og fella. Og svo þegar ég er búinn að þessu, nú er ég búinn að gera þetta 5 sinnum og nú ætla ég að láta þetta hvíla í svona korter áður ég byrja að skipta því niður í, og ég ætla að skipta því niður í bagett og rúnstykki eða súpubrauð eða, já, rúnstykki bara, skulum bara kalla það það. En ég ætla að gera smá tilraun með þetta, með bagettinn á eftir og ekki fara neitt því að það verður surprise. Surprise. Nú er ég fann að tala ensku. Það verður óvænt. Ok, gefum þetta smá. Já, nú er ég komin aftur, búinn að leyfa þess að hvíla í cirka 15 mínútur með plastið yfir og nú ætla ég bara að taka þetta úr hérna skálinni, setja smá hveiti á borðið af því þetta er svo sticky. Helli þessu bara úr skálinni. Hjálpa því aðeins. Og eins og við sjáum þá er þetta mjög teygjanlegt og sticky. En ég geri ekkert meira, ég bara hendi þessu hérna á. Sett smá hveiti yfir það líka bara svo ég geti meðhöndlað það. Það er svo blautt og sticky. Svo bara vikta ég þetta upp í annars vegar 250 gramma stykki sem eru hérna bagettinn og hins vegar 50 gramma stykki sem eru rúnstykkin. Ég nota plastsköfu til þess að vikta þetta, bara til þess að ég sé ekki að rispa borðið hérna. Já, náttúrulega best að nota járnsköfur, en plastskafa virkar alveg líka. Og eitt svona baby, 38 grúm. Það sem ég gerir næst er hreinlega að ég bara aðeins móta þetta í hérna lengjur eins og til dæmis bagettinn og ef þið sjáu handbrauðin þá er sko aðalatriðið að reyna að halda eins miklu lofti í þessu eins og ég mögulega get. Ég brýti þetta saman svona, teygi það aðeins og brýta saman, svo brýti ég þetta yfir og tek svona smá brot í þetta og síðan reyni ég að brjóta þetta yfir sig og ýta því svolítið út til þess að fá þessa spennu og þessa teygju í deigið. Þess vegna þarf ég að láta þetta bíða eftir ég er búinn að gera þetta. Þetta er kallað svona þetta er svona forlögun. Þetta er bara mjög svona gróft gert. Síðan tek ég þessi litlu rúnstykki, 50 gramma. Og ég geri þetta yfirleitt svona bara til að byrja með hérna aðeins í lófanum á mér. Ég bara hérna hendina svona eins og kló, sný svona í lófanum á mér. Og til þess að fá svona rúnstykja, svona fyrstu rúnstykja lögunina. Og eins og ég sagði áðan, þá ætla ég að pröfa hérna smá nýjung á eftir, eða hlut sem ég hef ekki prófað áður.
og ég ætla að halda ykkur forvitnum þannig að þið farið ekki neitt og bíðið eftir því að sjá þessa óvæntu uppákomu hér í baguettebrauði hjá Maja og bakara. En svona gerum við þetta bara. Rúnstykkin að vera klár. Hvað er ég með mörg rúnstykki? 2, 4, 6, 8, 10, 11 með þessu litla. 10 venjuleg og 1 baby. Og nú tek ég bara viskustykki sem ég er búinn að segja á hérna. Bara ósköp venjulegt viskustykki. Legg yfir þetta og leyfi þessu að liggja í cirka 20 mínútur, 15-20 mínútur áður en ég fer að gera endanlegt útlit á brauðunum og svo kemur aftur biðtími í svona cirka hálftíma. Þannig að eins og ég hef sagt svo mörgum sinnum áður þá snýst þetta að stórum hluta biðtíma og eins og ég er búinn að segja biðtíminn gerir það verkum að bragðið verður gott og að það blæs skemmtilega og vel út í ofninum. Þannig að þolinmæðin þrautir vinnur allar eins og máltæki segir og við höldum áfram á eftir þegar ég er búinn að láta þetta liggja hér í cirka kortið 20 mínútur. Þá eru brauðin búin að standa hér í brauðin og rúnstykkin í cirka 15 mínútur og ég er hérna bara með ofnskúfu úr ofninum sem ég set viskustykki ofan í og af því ég á ekki það sem að frakkar kalla kús. Það er svona þykkur lerefsstúkur en þetta dugar alveg fullkomlega að vera að nota bara viskustykki. En það sem ég ætla að gera núna er að nú ætla ég að forma brauðin í það form sem þau verða svo sett inn í ofnin eftir smá hreyfingu. Þannig að ég ætla að færa þessi rúnstykki frá mér hérna, ég hafði náttúrulega verið búin að því en ok. Þá tek ég hérna fyrsta bagettið og byrja að móta það, tek inn endana, pressa það svolítið saman, ég þarf að hafa svolítið hveiti á höndunum til þess að límast ekki ómikið við þetta. Pressa þetta niður hérna, svona og síðan bara læt ég hendurnar ýta því svona undan sér og rúlla því út í rólegheitum og fæ lengdina sem ég vil hafa á því. Sumir vilja pressa það út í svona að hafa það mjótt í endana. Ég hef nú svo sem enga skoðun á því, ég hef ekki gert það. Síðan setja ég þetta hérna á dúkinn eða viskustykki, ég glemdi nú að setja hveiti á það. Það er verið svolítið hveiti á viskustykkinu og við reynum að gera þetta þannig að saumurinn sem kemur á brauðið þegar við brjótum það saman að hann snúi upp. Þetta endurtökum við svo bara aftur og þetta eru sem sagt 4 snittubrauð eða baguette eins og það heitir á frönskunni. Nú límist þetta við borðið þannig að ég hef mjög meira hveiti hérna og svona bara rúllum við þessu út og reynum að hafa jafnan þrýsting á því þannig að það sé svona tiltölulega jafnt. Finnum svo sauminn og setjum það, ég gleymdi að brjóta þetta upp, ég brýti þetta upp til þess að, og þetta er gert til þess að brauðin haldi lögun sinni, sem sagt að nota þennan dúk. Þetta er bara æva gömul aðferð til þess að gera þessa hluti og nú á ég 2 brauð eftir
þá ætlum ég að sýna ykkur hérna hið óvænta, eins og ég sagði áðan. Hér er ég með parmesan, rifinn parmesan á disk og svo er ég hér með hvítlauksalt í krukkunni minni, litlu krukkunni minni. Og það sem ég ætla að gera, ég ætla að setja svolítið parmesan hérna inn í brauðið og brjóta það utan parmesaninn, þannig að það eru parmesan inn í brauðinu. Og það sem ég ætla líka að gera er að setja smá hvítlauksalt inn í það líka. Þannig að þetta verður svona hvítlauks parmesan baguette à la mayo. Þetta ger ég bara nákvæmlega eins og ég hef gert það hingað til. Set þetta svo hérna á kúsið, eða viskustykki, þetta er ekki kúsið með en ok. Svona. Og sama ætla ég að gera við þetta seinna brauð. Þannig að ég ætla að setja inn í það parmesan og hvítlauk. Parmesanið fer hérna inn í og ég seti bara hvítlaukinn líka með svona. Þetta er sem sagt hvítlauksalt sem er svolítið bragðmikið. Svo bara brjótum við þetta saman, þessum að osturinn sé innan í og rúlum það svo út bara í þessa lengju eins og við vorum búin að gera. Við erum búin að gera fram að þessu. Þannig að svo setjum við þetta bara hér í fiskustykkið og saumum upp eins og ég sagði. Og eins og ég sagði við ykkur, sjá hvort að toppmyndavélin er að taka þetta, já. Eins og ég sagði við ykkur, þetta viskustykkjamál hérna, það er eingöngu til þess að leyfa brauðinu þannig að brauðið haldi lögun sinni, að fari sem sagt upp, hefist upp en ekki út til hliðana. Og ég geri alveg það sama við rúnstykkin. Ég er nú, eins og fram með komið, þá er ég náttúrulega lærður bakari og ég er náttúrulega búinn að gera nokkur 100.000 svona rúnstykki í gegnum ævina. Þannig að fyrir mig er þetta svona, þessi hreyfing hérna, hún er bara svona natural eins og maður segir. En það sem ég geri er að ég set sem sagt, hef hendurnar í svona kló og yfir rúnstykjunum og síðan bara sný ég höndunum. Passa bara að það sé lokað, að ég sé með lokað með þumlunum og svo sný ég þessu bara svona á borðinu. Og ég set þetta í viskustykkið eins og ég gerði með hérna bagettið. En ég er ekkert mikið að spá í hvar saumurinn er. Ég læt þetta bara beint í, set þetta bara beint á viskustykkið á þess að spá í það hvort að saumurinn er á ofan eða neðan. Það fer að vera hérna bara einhvers staðar með. Setja bara hérna til hliðar aðeins. En svona ger ég þetta. Og þetta fær síðan að liggja hér í þessu, sem sagt í viskustykkinu með plast yfir í svona cirka hálftíma, 3/4. Það fer svolítið eftir í hversu öflugur súrinn er, hvað hann er fljótur að hefa þetta, og þetta er að mörgu leyti og að miklu leyti bara svona tilfinning sem þú þarft að hafa þegar þú snertir þetta, hversu hérna mikið
Spring. Hversu mikill gormur í því? Nei, ég veit það ekki. Þetta erfitt að þýða svona hluti eins og ég búinn að vera að tala í gegnum þetta. En þetta allavega komið hérna núna og ég kem aftur eftir cirka hálftíma. Þá eru brauðin búin að standa í cirka 20 mínútur á viskustekinu með plast yfir og nú ætla ég að færa þau sem sagt yfir á plöturnar, bökunarplöturnar. Það í sjálfu sér ekkert rosalega flókið mál, ég byrja bara á þessum sem eru hérna fremst. Sett þetta, byrja á rúmstykjunum, færi þau bara hér yfir á plötuna. Svo sem ekki flókið mál. Þetta eru 10 stykki, þannig að þau þurfa svolítið pláss. Svona. Dreif viðbótina. Og síðan bara sker ég svona þvert í brauðin, venjulegu málningar sköfublaði. Og ég sker bara hérna í þessi rúmstykki, ég held við með puttunum til þess að það verður nú ekki á flegi ferð. Svona, það þarf að passa að þetta sé skurður, að það sé ekki að límast saman. Svona. Og þá þetta tilbúið til að fara í ofninn, ég geymi þetta bara hérna meðan. Síðan tek ég snittubrauðin, eða baguettin. Bara varlega með þau, passa snúa þau við að því saumurinn var snýr upp. Laga þau bara svona aðeins til og höfðu bein. Og svo þetta gerir þetta svona, snúa þau við á viskustykkinu og setja þau svo bara beint yfir á plötuna. Og svona gerum við þetta bara og ég set 4 á plötuna. Svona. Og svo dusta ég smá hveiti yfir þau. Þau eru nú sögum með svolítið hveiti af viskustykkinu. Ég ætla að dusta samt aðeins meiri hveiti. Þetta er svona útlitsmál svolítið. Og svo sker ég í þau bara reyna að taka svona þverskurði eða svona pínlítið ská. En það sem ég ætla að gera er að ég ætla að setja parmesan ofan á annað brauði sem er með parmesan inn í. Þetta er algjör tilraunastarfsemi hjá mér. Og þá ætla ég að pensla með svolitlu vatni hérna. Eða fullt af vatni bara. Þetta er algjör tilraun hjá mér, ég hef aldrei gert þetta áður. Ég hef alltaf verið með bara venjulegan ost. En ok. Svo reynum við að setja bara parmesanin hérna ofan á. Fá eins lítið út á plötuna eins og við getum. Svona. Voilà, eins og frönskubakararnir segja. En þetta fer svo bara í ofninn. Og ofninn er stiltur á 275. Ég meina alveg í toppi eins og ofninn minn kemst. 275 og með hann á blæstri. Það er alltaf best að baka brauð á blæstri. Ef þú hefur möguleika á því, ef þú ert ekki með blástur, þá skaltu samt sem áður setja hann í topp, 275-300 gráður jafnvel, og síðan lækka ég niður í svona 240-230 þegar brauðið er komið inn. En það sem ég þarf að hafa líka er ég þarf að hafa smávegis af vatni. Ég ætla bara og það hérna snöggvast. Smávegis að þetta er svona rétt rúmlega hálfu bolli af vatni og brauðin fara inn í ofninn.
og rústykki líka. Og það sem ég geri er ég tek hann hálfa bolla og ég skvett honum inn í botninn á ofninum. Loka ofninum. Þá fæ ég gufu inn í ofnin sem að gefur þessa skorpu. Þetta er önnur aðferð við að fá gufuna inn í ofnin. Hinn aðferðin er bara eins og með fjölskorna súrdegsbrauði sem ég gerði vídeó sem er hérna á rásinni minni. Sú aðferð er bara að hafa það í lokuð íláti eða potti. En við látum þetta duga núna, bökum brauðin, cirka 20 mínútur og ég kem aftur þegar ég tek út úr ofninum. Þá er brauðin búin í ofninum og ég ætla bara að taka það út og skella þeim hérna á borðið. Þetta eru sem sagt baguette à la mayo og rústykki à la mayo. Þetta er sem sagt bakað á 240 cirka í það bil 20 mínútur. Og ég færi þetta hérna yfir á kæligrindina til þess að kæla þetta, af því ef ég skili þetta eftir á plötunni þá verður þetta blautt í botninn, blotnar í botninn. Þannig að hérna hendur þessu hérna yfir á grind bara, þetta er heilheitt og þetta fer bara í kælingu. Best er að leyfa þess að kólna alveg áður en maður skerða eða borðar það. En eins og ég segi, það er ekki auðvelt eða það er mjög erfitt að bíða með þetta þangað til að þetta er orðið alveg kalt. Maður byrjar yfirleitt alltaf að smakka löngu áður en þetta kólnar alveg. En þegar þetta er orðið alveg kalt, þá er þetta orðið virkilega bragðgott. Herðu, við látum þetta duga núna. Takk fyrir mig og gangi ykkur allt í haginn.